Gleðilegan hvíldag og velkomin í útsendingu Hafnarfjarðarsafnaðar hérna úr Ingólfsstræti. Og við erum hér í dag stödd hérna í Ingólfsstræti þar sem að undirbúningurinn fyrir jólaprógrammi stendur nú hátt og það er allur tæknibúnaðurinn hér og við bara okkur hlakka til að horfa á aðfangadags útsendinguna en næstu 2 vikur þá verða kirkjuhjól frá Suðurljósaskóla, það verður prógram hér í Ingólfsstræti 19. Það verður síðan 24. aðfangadag, útsendingar, sameiginlegar útsendingar og svo 27. frá Loftsalnum. Svo það verður nóg að gera í þessu núna í desember. En við langar bara að bjóða ykkur öll velkomin sem að heima sitið og bjóða ykkur gleðilegan hvíldardag. Við ætlum að hefja stundina á því að syngja salminn númer 200. Þitt orð Guð vort erða fé, salminn númer 200. Já, við vonum svo sannlega að það glatist engum, hans blessað orð. Mér langar til að lesa fyrir ykkur hér kristniboðsfrásögu þessa dags, en það er gaman að geta fylgst með því mikla starfi sem fer fram víðsvegar heiminn og að hugleiða það að við tilheyrum heimskirkju, kirkju sem er allan heim og sagan, kristniboðssagan frásögnin í dag er hann Bridges Kumar, sem er 27 ára, hann býr í Indlandi og hann fór í heimsreisu til að finna Krist, heitir sagan, og hefst þá lesturinn. Bridges Kumar var atvinnulaus í Jakarta, höfuðborg Indónesíu. Hann hlýtur að vera einhver vinna fyrir mig, sagði hann 23 ára indverski maðurinn við indverskan vin sinn sem hafði leyft honum að vera hjá sér. Getur þú hjálpað mér að finna vinnu? Bridges hafði yfirgefið Indland í vonum að finna vinnu til að greiða upp námslán hans frá árinu 2014. Foreldrar hans höfðu fengið lánað hjá vinum, en það dugði ekki alveg fram til útskriftarinnar. Sá sem lánaði vildi svo fá peningana sína tilbaka. Vinur Bridges vissi ekki vinnu, en hann þekkti einhvern sem sagðist geta lofað flóttamannastöðu í Bandaríkjunum, en það myndi kosta hann 2000 dali. Bridges átti bara 1000 dali, sem hann hefði ætlað að senda foreldrum sínum heim til að borga upp skuldirnar. En hann hugsaði með sér, ef hann gæti verið flóttamaður í Bandaríkjunum, þá hefði hann sennilega tækifæri til að afla miklu meiri tekna og þá gæti hann borgað allt tilbaka þá. Hann afheimti peninginn og var lofað að fara með skip til Bandaríkjanna bara strax í næstu viku. 6 mánuðum seinna fór hann borð á litlu skipi við strendur Java og með honum voru 18 aðrir Indverjar, 16 Nepalar og allir vildu þeir verða hælisleitendur. 2 indóneskir menn stýrðu skipinu. Skipsferðin var vægast sagt hroðaleg. Eftir 2 daga var allur maturinn búinn. 2 dögum seinna var allt drykkjavatnið uppurið. Bridges safnaði regnvatni til þess að drekka og á 7. degi bátsferðarinnar varaði skipstjórinn áhöfnina og farþegana við að eldsneytið væri við það að klárast. Nokkur seinna sáu þeir glitt í land á sjóldhreifingnum.
sjóndeildarhringnum. Skipið lagðist á höfn og leið voru allir farþegar og áhöfnin tekin höndum. Þeir höfðu lagt við höfn á eyjunni Japp sem tilheyrir Míkrónesíu. Bridges og hinum var haldið á hafnasvæðinu í 6 mánuði. Bandarísk lögregla og rannsakendur á vegundum FBI yfirheyrðu þá. Prestar frá hinum ýmsu kristnum söfnuðum komu með mat og aðrar nauðsynjar. Þeir töluðu við þá Jesú, en Bridges hann hafði aldrei heyrt Jesú áður og hafði heldur ekki áhuga að heyra hann. Hann vildi bara verða hælisleitandi, en yfirvöld í Míkrónesíu vildu senda hann aftur til Indlands. Eftir því sem mánuðinni liðu komu færri og færri gestir. Yfirvöldin höfðu gefið þeim dúka sem þeir bjuggu til tjöld úr. Það var lítið mat og Bridges hafði misst alla von. Þá kom prestur, Kamerememo Ilfa, með stóran gám. Bridges og hinir þeir grétu bara þegar þeir sáu að gámurinn var fullur af mat og fötum. Kameró og heimsóttu þá reglulega og menninir komu saman til að hlýða á hann. Af hverju hélst þú áfram að koma þegar allir hinir prestarnir hættu að koma? Spurðu þeir hann. Hann svaraði, vegna þess að Jesú elskar ykkur meira en ég geri. Hann að reyna að frelsa ykkur, hann reynir að gefa ykkur frelsi. Hann sagði þeim að hann væri prestur í kirkju 7. aðventista. Á endanum eftir mikið spurningaflóð gafst hann upp og játaði það hann hefði sjálfur neitað sér matar til þess að þeir gætu fengið mat. Hinir strönduðu bátsmenn grétu þegar þeir heyrðu það. Þennan sama dag gáfu 9 Nepalar hjarta sitt til Jesú. Þeir tjölduðu sérstöku tjaldi og höfðu þann við kirkju og hófuðu að halda hvíldardaginn. Bridges tók eftir breytingunni sem varð á Nepalunum. Áður fyrr höfðu þeir ásamt hinum slegist við Indverjana brauðið, en nú voru þeir vingjarnlegir og deildu því sem þeir höfðu. Einn hvíldardaginn bauð einn þeirra honum að koma í kirkjutjaldi þeirra. Þegar hann kom í tjaldið báðu Nepalanir við honum, fjölskyldu hans og framtíð hans. Bridges leið vel í ánægjulegum félagsskap þeirra. Hann þáði eintak af Biblíunni og hóf að lesa í henni og að biðja. Einn af Nepalunum sagði honum að ef hann myndi biðja til Guðs í Jesú nafni, þá yrði bæn hans svarað. Bridges ákvað að taka hann á orðinu og sagði, kæri faðir, ég legg allar mínar byrðar og vandamál á axlir Jesú Krist. Ég bið þess í Jesú nafni. Amen. Þegar hann opnaði augun aftur, leið honum eins og hann væri að fljúga. Hann tók hálsfestina sem honum hefði þótt svo vænt og kastaði henni í hafið. Hann ákvaði að héðan í frá ætlaði hann að fylgja Jesú. Bridges dró tilbaka umsókn sínum að verða flóttamaður og var því sendur heim til Indlands. Hann lenti á flugvellinum í Nýja Delí 2,5 ári eftir hann yfirgaf Indónesíu. Í dag starfar Bridges sem trúboði. Hann sem sagt svona Global Mission Pioneer og einnig í prestnámi við háskóla okkar Spicer Adventist University. 4 einstaklingar hafa nú þegar gefið Jesú líf sitt á síðustu 2 árum í gegnum biblíulestur með honum og fleiri eru að undirbúa sig til skírnar. Foreldrar hans, sem náðu að greiða upp skuldinar á meðan hann var á eyjunni Japp, eru einnig að lesa í Biblíunni. Bridges heldur á enn sambandi við 9 Nepalana sem nú eru allir trúfastir aðventistar í heimalandi sínu. Einn samlandi hans sem var samferða honum í þessari för var einnig aðventisti og í dag rekur hann fataverslun í Indlandi. Bridges hefur því miður misst tengsl við hina. En hann hefur skilaboð til okkar að lokum. Hann segir, ég vil segja öðrum frá drottni, Guð frelsaði mig þegar ég var allslaus. Það er þá komið að því að við ætlum að fara yfir í leksjuna og ég ætla bara að gefa Birgir orðið og hlakka til að heyra í ykkur á spjallinu og hvet ykkur til að taka þátt. Takk fyrir. Og það er gaman að fá þetta fyrir mér í dag. Takk fyrir Brynjar og Einar og Kitty að vera með mér hérna á þessu paddborði. Það sem við förum yfir leksju dagsins, en eigum við að byrja með stuttur bæn og svo bara heldum við okkur í efni leksjuna.
Kærleiksríkur Faðir, ég þakka þér fyrir þennan dag, þakka þér fyrir lífið, þakka þér fyrir það að geta komið saman og spjalla þig háleit málefni, hugsa um þig, þína tilvist, hvernig þú ert meðal oss, hvernig þú tengist okkur, tala til okkar. Við biðjum að blessa þessa stund, blessa okkar land, Ísland. Þakka þér fyrir það að þú venda okkur sérstakann hátt í þessum skrýtnum og erfiðum tímum, en bið aftur um áframhaldi, blessun og vernd. Bið þig að blessa Íslandi á sérstakann hátt og alla sem hér eru og blessa þessa stund og þeir sem eru að fylgjast með okkur í gegnum netið heima hjá sér. Í Jesú nafni. Amen. Ok, leksjan fjallar kristna og starf hans og eins og þið hafið náttúrulega verið að lesa leksjuna og þema leksjunar kristileg menntun. Og áður en við förum inn í þetta tiltekna efni, hinn kristna og starf hans, þá finnst mér ágætt að rifja upp ákveðna þætti tengt svona kristilegri menntun. Það eru ýmsir punktar sem hafa komið upp hérna sem ég er mjög hrifinn af, en ef við drögum svona förum smá upprifjun og ég myndi segja að hvað er það sem er frábrugðið við kristna menntun og aðrar menntunarstofnanir? Og ef ég bara svara því stuttlega þá myndi ég segja að kjarninn væri þarna heimsmynd. Að það er það hinn kristna heimsmynd sem er frábrugðið þar, að við náttúrulega innbyggjum þessa kristna heimsmynd í öll þekkingarsvið, inn í öll fög. En hver er þá okkar heimsmynd? Mér finnst líka mikilvægt áður en við förum í þessa leksju aðeins að rifja upp, eða ekki rifja upp, bara aðeins að í stuttu máli nefna nokkra þætti í okkar heimsmynd. Og ég myndi segja að hún er tvíþætt. Það er fyrst og fremst að Guð tengist okkar uppruna, að Guð er til og hann er skapari alls. Hann er góður, hann er almáttugur, hann skapaði okkur. Og ekki bara skapaði hann okkur, heldur skapaði hann okkur í sinni mynd. Og það gerir okkur dálítið sérstaka. Við erum ekki bara smákorn í alheiminum, heldur erum við óendanlega verðmæt í augum Guðs. Og það er vegna þess að við erum sköpuð í hans mynd. Við höfum þennan eiginleika að við erum meðvituð tilvist okkar, við erum meðvituð okkar staði í alheiminum sem skapaðir eru. Við getum tengst Guði á sérstakann hátt í gegnum okkar meðvitund. Og þannig að þó við sem smákorn, getum sagt að við erum smákorn í alheiminum, en að við getum tengst lífsgjafann á ótrúlegan hátt, það gerir okkur ótrúlega verðmæt og merkileg. Og svo annað í þessari heimsmynd að Guð elskar okkur og hann vill eiga í samskiptum við okkur, í nánu tengsl við okkur. En svo er önnur hlið á þessari heimsmynd að það er að heimurinn er ekki eins og hann átti að vera. Með syndinni þá breyttist margt. Og Guð í okkar heimsmynd er á fullu einmitt að reyna að endurheimta samband sem er rofið milli okkar og hans. Og hann er að vinna í hjörtum okkar og allra. Og hann náttúrulega vinnur á sérstaklega að hann sendir sinn son í okkar umhverfi og tala til okkar á mjög sérstakann hátt í gegnum sinn son. Og svo líka í þessari heimsmynd er náttúrulega von, Guð mun einhvern tímann binda enda á þetta ástand. Og hann býður okkur að vera þáttakandi í starfinu, einmitt að boða von, tilgang, kærleik, að hlúa þínum óstyrku og
vera með hinum sorgmættu og upphefja og uppörva. Og þannig að ég myndi segja að þetta væri svona kjarninn okkar heimsmyndar sem og þegar við tökum þessa heimsmynd og innbyggjum hana inn í okkar störf, iðju, þá fær okkar líf, eða okkar störf, iðja, hvað sem við gerum, sem við náttúrulega við menntum okkur til þess að sinna okkur starfi. En þá fær hún okkar þessi líf og störf, hún fær nýja merkingu. Og mér finnst þetta skemmtilegt í leksunni að hann nefni það kemur fram þessi saga af þessu miðjumanni og arkitekt, þeir vera í framkvæmdum, þeir að byggja St. Paul dómskirkjuna í London. Og arkitektinn, byggjameistarinn, að labba þarna og að tala við starfsmenn og hann sér þennan iðjumann hræri í steypu og hann kemur til hans og spyrir, hvað ert þú að gera? Og maðurinn greinilega þekkir, hérna eldri maður, hann þekkir ekki arkitektinn og hann segir, já, veistu það ekki? Við erum að byggja hérna stórkostlega magnaða dómkirkju. Og mér fannst þetta dálítið flott hjá hann, þó að hann var bara þarna að hræra í steypunni, skilur þið, hann ekki maðurinn sem teiknaði þetta og ekki kannski hluti af elitinu þarna sem kom að þessari byggt framkvæmd, hann bara þessi sem hrærir í steypunni. En þá sá hann sig í svona víðara samhengi. Að þarna var eitthvað mikilvægt merkilegt. Og ég held að við komum aðeins að þessu líka í þessari leksju, að mikilvægt þess að líta okkar starf, þó að hvaða starf sem í þessu víðara samhengi. Svo önnur saga sem ég ætla að kannski koma inn hérna, hún er bara úr grínmynd. Og það þannig að það voru hérna tveir menn, þetta tímum Rómaveldisins, það voru þrælar. Tveir menn labba fram hjá akri og þeir sjá hérna þræla vinna á akrinu. En í þessum hópi maður sem ægilega brósmildur og glaður og syngjandi og hérna kátur. Þeir stoppa og horfa svona á hann og svo labba til hans og segja, okkur ert þú svona glaður? Þú ert bara þræll. Maðurinn horfir svona hissa til þeirra og segir, ég ekki þræll, ég í sjálfboðavinnu. En þetta náttúrulega bara í einhverju grímynd, ég man ekki einu hvað að mynda. En það líka hvernig við horfum á okkur sjálf. Það skiptir máli. Og sérstaklega í þessari heimsmynd, kristnu heimsmynd, þegar við sjáum okkur og við erum hluti það skiptir ekki máli hvað umhverfi við fæðumst í, þótt að þessi í höll, einhverju krummaskuðu, það skiptir ekki máli hvar. Við erum verðmæt í augum Guðs og Guð getur okkur, hann tengist fólki á sama hátt og við spilum ákveðin hlutverk í hans augum og erum hans börn. Þannig að ég held að, með þessum inngangi, ég held að við getum aðeins farið inn í að skilgreina vinnu. Hvað vinna? Og Kitty, þú hefur eitthvað að segja. Kannski bara, af því að það regna inn beiðnir eða kveðjur gleðilegan hvíldardag og við viljum bara segja gleðilegan hvíldardag til ykkar tilbaka. Við erum með kveðjur frá Englandi, frá Grafarvoginum og Breiðholti og hvaðan af og sérstaklega tekið fram að það væri gaman að sjá Brynjar, en svo sendir líka auðvitað ykkar alla. Við erum líka mjög glöð að fá Brynjar í heimsókn heim til Íslands og bara við óskum ykkur öllum gleðilegan hvíldardag og hvetjum ykkur öll til að taka bara eins mikið þátt og hægt er. Þannig að við erum ekki bara fjórir þó við séum að spjalla en við erum miklu fleiri. Við séum að það veru yfir 40 manns að horfa og fylgjast með. Þannig að bara endilega skrifið inn ykkar punkta og við erum að vera að taka það með í umræðina líka. Fyrirgefnir. Þannig ég bara aðeins að þessum skilgreiningu á vinnu sem auðvitað mikilvægur grunnur að leksíunni og kannski að skilja það sem hér ritað Mér finnst svona reyndar leksíuhöfundur skilgreinir vinnuna svolítið þröngt. Hann segir reyndar hér á mánudagskaflanum að orðið vinna sé einfalt orð sem hefur margvíslega merkingu en hann heldur samt áfram og skilgreinir vinnuna einungis sem einhvers konar starf sem að við fáum laun fyrir, þar að segja við fáum peninga, við erum í launuðu starfi. En
mér finnst eiginlega þessi skilgreining sko, að skilgreina tíma okkar sem vinnu, þar að segja, það sem við störfum og fáum laun fyrir, og einhvers konar annan tíma getur verið mjög gagnlega eiginlega í þessu samhengi. Og samanber þennan inngang sem þú varst með þeim sko, að þessi heimsmynd okkar, hún á auðvitað að snúa að öllu sem við gerum, hún á að hafa áhrif á allt sem við gerum, það er alveg sama hvað það er. Og ef við lítum á líf Krists, fór að hugsa þetta í gærkvöld, það getur vel verið að þetta sé rangt, en það er svona hugmynd sem við vil kasta fram, getur verið að megin innihald lífs Krists hafi verið tvennt. Annars vegar vinna, og það mætti bara nota iðni, hann var iðinn og hins vegar tilbeiðsla. Hann var iðinn sem trésmiður og trésmiðarverkstæði föðursins, og það var afskaplega mikilvægt fyrir hans þroska sem einstakling held ég, og við getum komað að því síðar, þetta með vinnu og menntun. Og svo var tilbeiðsla líka lykilatriði í hans lífi, og það er kannski bæði ritningalestur og bæn og íhugun, að íhuga Guðs orð. Við sjáum hvergi í ritningunni Krist sækja hvíld í einhvers konar veraldlega skemmtun. Hann þurfti ekki að fara í tífólí eða bíó og lesa glæpasögu til að slaka á. Hann sótti einmitt sína hvíld í tilbeiðslunni. Sá ágæti rithöfundur Ellen White, hún lýsir því þegar Kristur hafa oft verið þreyttur og þá fór hann afsíðis út í náttúruna, og eftir að hafa verið þar stundum klukkutímum saman, stundum heilu næturnar, að þá koma tilbaka og það var friður yfir andlit hans. Hann hafði náð að hraða batteríin, nota þá myndlíkingu. Ja. Þannig að og ég held að þetta sé saman með okkar líf. Ég meina, er ekki þó að hluti af okkar lífi sé til þess að afla fjár og afla peninga, af hverju erum við að skilja svona mikið á milli? Er það nauðsynlegt? Er það gagnlegt? Er þetta ekki bara við lifum í heimi sem fulltrúa Krists og alveg sama hvað við gerum, að þá eigum við að lyfta honum fram, bæði því sem við segjum og því sem við gerum. Ég myndi segja að þarna var ákveðin heildræn nálgun sem held ég einkennandi fyrir hina kristnu heimsmynd, að við reynum að taka það best úr öllum sviðum þekkingar. Það er best úr sagnfræðinni, best úr heimspekinni, best úr vísindum, best úr félagsfræðinni, best úr og við síðan steypum þessu í eina heildarmynd, best úr guðfræðinni. Og ég teki eftir því til dæmis í svona samfélagslegum umræðum að oft þegar fólk til dæmis gagnrýnir trúarbrögð, þá er hún oft mjög einhæf hugsun. Það er oft vant að eins og að fólk hefur ekki lagt ákveðna vinnu í ákveðnum þekkingarsviðum eins og heimspeki og guðfræði. Eins og ég teki eftir því að guðleysingjar gagnrýna kristni. Það oft guðfræðin ekki alveg nógu skörp. Þannig að þeir hafa greinilega vanrækt ákveðna þekkingu sem er mikilvæg. En meðan við sem kristni, við erum að reyna að taka svona ákveðna heildrana nálgun af öllum sviðum þekkingar, sem er gríðarlega flott og tengist, held ég, mjög þroskandi fyrir okkur að gera það. Við erum ekki bara á einu sviði. Ég held líka þegar kemur að vinnu að líka huga verklegum þáttum, bóklegum þáttum, andlegum þáttum, að reyna að hafa góða blöndu af öllu þessu. En ef við hugsum vinnu í svona guðfræðilegum skilningi, vinna bara eitthvað sem tengist ákveðin bölvun, tengist bara okkar líf eftir syndafallið, eða er það eitthvað sem var hluti af upprunalegu sköpuninni, að við ættum bara að vera alltaf að? Já, nei, ég sé að það er að koma hérna spurningar inn og ég stundum, þið verða að fyrirgefa mér heima, stundum þá veit ég að við ætlum að ræða eitthvað aðeins seinna, þá býð ég með það, en það kemur þetta mjög góð punktur frá Fóða. Er ef til vill sköpuð í Guðsmynd til markmiðs þörf okkar fyrir sköpun. Brynjar til að tengja þetta við fagþýtt og Guðsmynd, og Steinunn bæti við, Brynjar, er ekki vinnan uppfylling á þörf okkar til sköpunar? Og ég held að þetta er bara spottan það sem ég var að spyrja úti í þessum guðfræðilegum skilningi. Já. Þó að, það er þessi þáttur að við erum að, Brynjar mun svara þessu, því að hún spurningi til hans, þó að vinnan það sem við tengjumst í að lifa af, afla fæðu og húsaskjól og okkur til framfærslu, að þá er líka önnur hlið að þessari vinnu sem er bara sköpun að skapa, og ég held að hún tengist okkur þessa upprunalega sköpun, að við erum sköpuð í Guðs mynd
og Guð einmitt alltaf í því að skapa nýja hluti. Brynjar, viltu eitthvað segja meira? Jú, nei, bara að því þetta nú svona mitt viðfangsefni í mínu námi og minni vinnu aðeins, þetta með sköpun. Sko, menn eru farnir að tengja sköpun rauninni við lífsgæði. Að ef við þroskum með okkar skapandi eiginleika, skapandi hæfileika, þá eykur það lífsgæði okkar. Við hefðum einmitt að Guð hafi skapað okkur til þess að skapa. Og sköpun svo ríkur þáttur í öllu sem við gerum. Það getur verið í þessum launaða hluta af okkar vinnu, að við erum að þróa nýjar hugmyndir, nýjar aðferðir sem að ná betri árangri og svo til líka kannski þeim hluta sem að snýr kannski meira svona beint að kirkjulegu starfi. Við viljum gjarna þróa nýjar aðferðir og við að boða trú og líka rauninni skilningur okkar þegar við erum að rannsaka ritninguna og þegar við uppgötum hluti í ritningunni sjálfri, þá það í rauninni líka skapandi hugsun vegna þess að við erum að tengja nýja þekkingu við eldri þekkingu, við erum að komast dýpra, við erum að skilja betur og það í rauninni grunnur, það í rauninni skapandi hugsun og í rauninni grunnurinn að því að skapa eitthvað sem þá hugsanlega sýnilegt fyrir aðra. Og í menntunarsamhengi þá hafa menn lagt áherslu á þetta gegnum tíðina og því miður förum við mjög fram og tilbaka hvað var það menntunaráherslur. Á miðöldum þá var menntun mjög fræðileg. Þá er ekki að tala innmenntun, hún hefur alltaf verið að þú ert að læri sveinn hjá einhverjum meistara, en svona skólar voru á miðöldum mjög kenningamiðaðir eða svona teoretískir, fræðilegir. Og svo komu hugmyndir, Comeniusar og Locke og fleiri sem voru byggðar á kristilegum grunni, að það að gera eitthvað verklegt, að það hefði mikið gildi fyrir þroska einstaklingsins. Og svo tóku menn þessar hugmyndir miðja 19. öld og fóru að hugsa, ok, við viljum þroska iðnir, við viljum þroska þolinmæði, úthald sem eru góðir persónulegir eiginleikar, við viljum þroska jákvætt viðhorf til vinnu, skipulag, natni og nákvæmni. Þetta viljum við þroska. Hvernig getum við best gert það hjá ungu börnum? Jú, með því að vinna eitthvað verklegt. Við getum gert það, við getum þroskað þessa eiginleika sem eru okkur öllum mikilvægir og í okkur launaðastarfi líka, í gegnum það að nota tré, gegnum það að nota textíla, í gegnum það að nota sem sagt hörð og mjúk efni. Og þá byrjuðu menn þessar uppeldismiðuðu handmenntir í skólum. Þetta ástæð þess að menn fóru að kenna hönnun og smíði og handmenntir, prjón og textíla í skólum, grunnskólum, ekki bara á Íslandi, í Skandinavíu, út allan heim. Þetta hugmyndafræði sem fór alla leið til Japan og Suður-Ameríku og út allt og var mjög mikið skrifað hana og Dewey, hann líka hluti raunin að þessum hugmyndapakka þó hann hafi ekki beint tengst þessum skandinavísku hugmyndum, en allavega sköpunin og það að nota eitthvað verklegt til að þroska einstaklingin, það eitthvað sem við erum að uppgöta einhvern veginn aftur núna svolítið í gegnum nýja námskrár og svona, við þurfum að leggja áherslu á þetta sko. Og eins og þetta er merkilegt þarna, því að þroskast það ekkert sinnslegt, það bara hluti af sköpunin að við þroskumst. Það ekki sinnslegt að það gerir eiginlega himnaríki mjög spennandi stað, því að við verðum alltaf í þessu ferli að þroskast og að læra og það ákveðin vinna sem í því að gera það. Og sérstaklega talað menntunarhugmyndir og þarna sjáum við þetta líf Krist, það var alveg afskaplega mikilvægt fyrir hann á unga aldri að vinna eitthvað verklegt. Því að þessa eiginleika sem ég var að lesa upp hérna áðan hefði hann sennilega aldrei lært bara gegnum það að lesa ritninguna eða nota hugann. Þú verður að sjá afleiðingar þess að þú gera, því að börn, það bara þroskar sálfræðin, börn hugsa mjög hlutbundið. Þeir sjá afleiðingar af því sem þau gera í höndunum og þeir ná ekkert alltaf að hafa svona hugsa óhlutbundið eða abstrakt. Þeir þurfa þessa verklegu nálgun til þess að þroska þessa eiginleika og þroska skapandi hugsun. Og það er nefnilega svo merkilegt, ef þetta leksían kemur inn á þetta, sko, það var næstu því bara glæpsamlegt að kenna börnum ekki iðn í samfélagi gyðinga. Þú bara áttir að læra iðn. Og þannig að það er svona áhugavert, en aftur á spurningunum sem þú nefndir áðan varðandi guðfræðilega skilning á vinnu eða hvort hún er blessun eða bölvun, hún getur náttúrulega verið bæði, og við sjáum versið úr orðskrifunum eða predikarunum, mann ekki nú alveg akkurat, en það var einmitt verið að tala hvernig vinnan getur verið bölvun. Við vinnum bara alla daga og vinnum fyrir einhverjum, bara safna fyrir einhverju og svo er það bara til einskis, það er bara hégómi. En á sama tíma vitum við að Guð gaf samt okkur vinnuna og við lesum í Nýja testamentinu, verið glaðir þegar þið ratið raunir, skilur við. Þannig að vinnan
hefur verið gefin okkur og við sjáum að jörðin var bölvuð en ekki vinnan. Vinnan hún til að halda okkur. Kannski við efnið, við svona, hvað segir maður, bara að við séum ekki of upptekin að sjálfum okkur jafnvel. Já, ég held að við komum aðeins að því í fyrstu Mósebók, 2. kafla, 19. versis, þá segir þá heimurinn bara nýskapaður og maðurinn, Guð búinn að skapa manninn. Hann sagði, Guð drottinn, Guð mótaði nú öll dýr merkurinnar og alla fugla heiminsins af moldu og lét þau koma fram fyrir manninn til þess að sjá hvað hann nefndi þau og hvert það heiti sem maðurinn gæfi hinum lifandi skepnum skyldu þær bera. Og maðurinn gaf öllu búfénu nafn ásamt fuglum lofsins og dýrum merkurinnar, en hann fann manninn enga meðhjálp við hæfni. Mér finnst dálítið merkilegt að Guð gaf manninum vinn. Þetta ákveðin svona kerfisbundin flokkunarfræði, taxonomy, hann ætti bara að taka öll dýrin og nefna þau og oft þegar maður að nefna dýrin þá kannski notar maður einhver eiginleiki þannig að hann þurfti að gera atvanni. Og svo fór hann líka að reyna að skilgreina landfræðina og svona skilgreina landfræðilega hluti í kringum sig, nefna fjöll og þá maður oft líka gerð og lögun og það heilmikil vísindi eiginlega bak við þessum atburðum og ég held að þetta svona dálítið sýnir okkur hvernig það verður líka í framtíðinni. Guð stöðugt að skapa nýja hluti og þó að alheimurinn sé stór þá kannski þegar við erum búin að rannsaka þennan alheim til þaula þá hann búin að skapa 10 aðra og það væri alltaf nóg að gera og vinna bara sem heldur okkur gangandi. Þetta með vinnu og á enskunni work, ég viss að það tengist orðinu virkur og mér finnst svolítið gaman að skoða margt sem sagt í tengslu við orðið að vera virkur og við vitum það að hvort sem að það bíllinn okkar eða hundurinn okkar, kötturinn, eða við sjálf, ef við erum ekki virk, ef við erum ekki að vinna, ef við erum ekki virk, þá deyjum við, Við erum sköpuð til að vera virk og líkami sem ekki, eða bíll eða vél, sem ekki virk. It doesn't work, it's not working, ekki að vinna, að sá hlutur skemmist. Og með því að vera virkur þá það orðið svo nátengt því að skapa. En svo náttúrulega allar hinar hliðarnar sem eru áhugaverðar að þegar vinnan orðin kannski árátta, bara hrein og bein árátta, þá hún orðin slæm og þegar vinnan orðin það að ég get einungis verið virkur innan vinnustaðarins eða í vinnunni minni, það eina leið fyrir mig til að vera virkur, þá það orðið afskaplega dapurlegt því að margir sem að fara á eftirlaun eða maður hefur heyrt sögur fólk sem jafnvel tengt manni sem hefur farið á eftirlaun og þurft að hætta í vinnunni og það hreinlega koðnar niður. Það hættir að vera virkt, það hættir að vinna, work og þegar það hættir að vera virkt vegna þess að það hefur ekkert annað að þá koðnar það niður og jafnvel menn hafa bara dáið stuttu eftir að þeir fara. Ég myndi að segja það það einmitt talað þessu 2 toppar í dánartíðni í lífskeiði mannsins, annars vegar við fæðingu og hins vegar þegar menn fara á eftirlaun. Já. Og þú hefur svo menga rannsóknir til að bakka þetta upp en þetta allavega eitthvað sem hefur verið sagt. Og þú ert líka að tala það andstæðin við það að vera virkur. Það akkurat þetta, það iðjuleysið. Og iðjuleysi hefur oft verið talað sem eitthvað afskaplega slæmt og kannski enn. Og þetta erum við kannski að sjá, og það kannski tímabært í nútíma samfélagi að skilgreina iðjuleysi svolítið upp á nýtt. Hvað iðjuleysi? Þegar sérstaklega ung börn og sérstaklega ungi drengir sitja við tölvuleik, það iðjuleysi eða það iðja? Það gagnlegt eða það ekki gagnlegt? Því að vinnan í Biblíunni oft tengt einhverju jákvæðu, í Kólossabréfinu 3. kafla 23-24. versi segir
hvað sem þið gjörið, þá vinnið af heilum hug eins og Drottinn ætti í hlut en ekki menn. Þér vitið þá sjálfir að Drottinn mun veita yður arfleiðina að launum. Þess að ef þú vinnur af heilum hug, þá færðu arfleið, en arfleiðina færðu ekki nema þú gerir það með huga fyrir Drottins og í rauninni þessari heimsmynd sem Birgir var að lýsa hér upp. Ég nefnilega, þau eru bara fyrirgefa mér, ég er ekki mjög góður að gera 21, þannig að það er komið fullt af athugasemdum. Ég á erfitt með að koma inn á réttum tíma svo það sé samhengi í samræðanum. Hvort skiptir við meira máli eða þetta fólk Þið fyrirgefum mér bara það. Nei, en hér Fróði kom mjög góðan punkt, skilur, getur nýsköpun í dag verið áskorun Guðs fyrir okkur og kirkjuna okkar til þess að ná til fólks með okkar boðskap, alveg klárt. Anna er að skrifa hérna af hverju bara eiginlega punktur sem þú ert komið með, af hverju skiptir það máli að gera hlutina vel og það sem við gerum, það er að gera Guði til dýrðar. Það kemur hérna annar punktur það að við þurfum kennslu í anda spámannaskóla, Samúel Spámanns, að unga fólki fái kennslu í Biblíunni og hérna svona fólk að vera sammála það að vinna blessun. Síðan kemur hérna einn punktur líka hérna, það er nefnilega bæði á Reykjavíkur og Hafnarfjarðar, eins og segi það voru mörg komin hérna. Kristín Lára segir það góð hvíld í því að eiga stund með Guði og bænastund, eins og varst að tala áðan, Brynjar. Hér kemur líka einn punktur varðandi, þegar flestir eru komnir með svona mikla bóklega menntun, BA eða master eða hvers konar, þá verður þessi menntun ekki lengur einstök, mikilvæg en ekki einstök. Flóknar er að kenna sjálfstæð vinnubrögð, lausna með hugsun, skapandi hugsun, góða samskipti, iðjusemi, vandvirkni. Guð hefur alla heildarmyndina í huga í sinni menntunarfyrirmynd. Já. Þetta er flott. Ég vil kannski aðeins fara þá inn í þetta. Hvernig breytist vinnan eftir syndafall? Og við lesum hérna í 1. Mósebók, 3. kafla, 19. vers. Í sveita þíns andlits skaltu brauðs þíns neyta, þar til þú hverfur aftur til jarðarinnar. Því að henni ertu tekin, því að mold ertu og til moldar skaltu aftur hverfa. Og svo hérna Adam nefndi þá konu sína þegar Evu, því að hún var móðir allra sem lifa og Drottinn Guð gerði skinnkirtla handa Adam og konu hans og lét þau klæðast þeim. Hérna kemur fram hérna, það er bæði þetta, við þurfum að sjá til framtíð, við þurfum að afla okkur fæðu, sjá fyrir húsaskjóli, en svo er líka umhverfið breytt. Það eru komin umhverfið, það eru veðuröfgar, það eru hamfarir og við þurfum að vera stöðugt í að reyna að lifa af í slíku umhverfi og allt þetta breytist eins og hérna komum skinnkirtla, það eru kalt, það er eitthvað, líka það er náttúrulega ákveðin siðferðisleg breyting í manninum og það er margt sem breytist og það hefur áhrif á okkar vinnu og hver okkar afstæð til vinnu og í sjálfum sér þetta eru bara skipunar, ég reyndar í boðorðum 10, í 4. boðorðum, þá segir þarna, þú skalt 6 daga, skalt þú vinna. Þetta er eiginlega skipun, þú skalt vinna í 6 daga en hvíla í 7. daginn. Reyndar á 7. deginum erum við eiginlega í öðruvísi vinnu, má ég segja. Við erum þá að taka orðið eða við erum í tilbeiðslu sem er kannski við þurfum að gera það kerfisbundið einhvern hátt, þetta er ekki bara að segja, maður þarf að taka tíma í það og hvíla og það þarf að velja hluti að skipulaginu að hvíla sig. Mér fannst það með þegar það tengja punktir sem þú gerir áðan með iðni og tilbeiðslu Krists og með virkni. Ég held að þetta iðni og þessi tilbeiðsla, við getum verið iðin í þeim skilningi að við erum iðin í vinnu og við vinnum en þá er spurningin hvernig erum við að tilbeiða. Kristur vann sín verk og gerði þau vel, Guð til dýrðar, en þegar ég er að standa mig vel í vinnunum minni, bara til að standa mig vel í vinnunum minni, þá er ég bara að gera það fyrir launin. Og hvernig er ég þá að tilbeiða? Þannig að það er spurningin, getum við alltaf bara aðskilið okkur sem vinnupersónu, okkur sem skólapersónu, okkur sem tómstundapersónu og okkur sem kristinn einstakling. Ég held þessi nauðsynlegt nefnilega, að sjá þetta svolítið út fyrir kannski kassana sem við höfum haft á þess að þeir hafi endilega verið ljósir, en margt í hvíldinni,
þarf að hafa einkenni virkni, sko. Þegar við hvílum okkur, þá það oft virkni sem að hjálpa okkur til þess að hvílast. Það bara annars konar virkni, sko. Annars konar virkni og stundum virkni heilans og hjartans, frekar heldur en akkurat líkamanns, sérstaklega ef þú ert að vinna mikla erfiðisvinnu. En sko, það eru svo margir sem hafa sko fundið hvíldina í virkni, ákveðinni tegunda virkni sem það önnur heldur en hittir. Þetta held ég sem mikilvægt líka fyrir okkur. Að auðnuleysi eða iðjuleysi einhvern veginn þarna fyrir utan. Ég held að sem mikilvægt að vera ekki að skipta lífinu svona mikið. Við gerum þetta voðalega mikið, við gerum þetta í skólanum, við erum með tungumála, við erum með náttúrufræði. Af hverju gerum við þetta? Þegar nemendur koma út í lífið, ég meina lífinu ekki skipt svona upp. Held ég mitt sko að þetta helst eftir að vera kristinn einstaklingur alveg inn að beini, alveg sama hvað við gerum og allt sem við gerum með Guði til dýrðar. Það fáum við svolítið kannski skalt í annan fókus. En þú nefndir þetta Birgir með breytingu við syndafalli, náttúrulega ein mikil breyting við syndafalli var auðvitað svo við sem tökum á móti Guði og kristinni trú, að við erum líka fulltrúar. Við erum þáttakendur í því að frelsa mannkynið eða stuðla að því að fólk finni Guð. Og það auðvitað gríðarlega mikilvægt og þetta orð sem Fróði nefnir, þarna nýsköpun. Sko nýsköpun undir leiðsögn Heilags Anda. Og nýsköpun þá eitthvað sem snýr að samfélaginu, hvernig við getum náð út í samfélaginu, hvernig aðrir geta séð okkur sem kirkju. Það eitthvað sem við þurfum að einblína miklu meira á sem spennandi. Við hugsaum aðeins út í þessar breytingar eins og stendur hérna í föstudagskaflanum, það stendur hérna að með nánari lestu sjáum við þó að það var jörðin sem féll undir bölvun en ekki vinnan. Og við hugsaum ekki óbölvun. Það bæði síðferðisleg breyting, að maðurinn breytist, og svo líka ákveðin umhverfisbreyting og maður hugsa sér oft af hverju var umhverfisbreyting. Og mér finnst eiginlega að sjá það mjög skýrt til dæmis að, eins og hún Ellen White tekur fram hérna, betur að Guð hafi áætlað vinnuna að vera blessun og lífi stríðs og áhyggjuna sem skildi hérðan í frá verða hlutskipti mannsins var útdeilt af kærleik. Í því fólst ögun sem var nauðsynleg vegna syndar hans til þess að hamla gegn undanlátssemi í löngum og ástríðum til þess að efla með honum sjálfstjórn. Þetta var hluti af henni miklu áætlun Guðs endurreisn mannsins frá eyðileggingu og smám syndarneyslu. Og það bara að vita að þegar við erum að stríða í erfiðleikum, þegar hugurinn okkar upptekinn að einhverju gaglu, að þá minni tími fyrir okkur sjálf að vera einblín á hluti sem við ættum ekki að vera að gera. Það nú þekktur frasi Arbeit macht frei, vinnan mun frelsa þig, og þetta var sett fyrir ofan útrýmingabúðir gyðinga bæði Auschwitz og annar staðar. En samkvæmt Wikipedia þá kemur þetta á skáldsögu frá 1873 sem segir frá fjárhættuspilurum og svindlurum sem einmitt komast á beinu brautina í gegnum það að fara í vinnu. Að vinnan, hún einhvern veginn veitir þetta alltaf, veitir þroska, hún gerir það að þú upplifir að þú, skilst að með sér fara að nota íslensk orð, að meistra eitthvað, mastering á ensku, að þeir einhvern veginn finna tilgang, þeir finna að þeir geta eitthvað og það skapar eitthvað jákvætt í kringu sig og það einmitt, getur verið eins og að segja hérna, andstæða við. Og það alveg þekkt dæmi af kristnum einstaklingum sem að skapa, með ákveðna viðskiptahugmyndir í kringum fangils. Skapa vinnu fyrir fanga, því að það hjálpar einmitt að komast á beinu brautina og líka í þessum viðskiptaramma þá ákveðin samskipti við kristna og sem hjálpar þá á beinu brautina. Þetta mjög góður punktur. Ef við hugsum þá aðeins út í, það einn kafli sem fjallar gæði og mér finnst það áhugaverður út að til dæmis í kringum helgidóminn í gamla testamenti þá var Guð umhugað gæði. Þetta var ekki bara að setja upp tjald sem átti að vera tilbæðslegt tjald, heldur að var heilmikið lagt í það. Og reyndar fór ég að hugsa okkur var svona mikilvægt í helgidóminn, okkur ætti fólk, þá var gjafir, það var silfurúr, það var skatt sem var gefið í þetta starf og þá menn náttúrulega listamenn sem koma að þessu og verkamenn alls konar
já, einmitt, fólk úr ýmsum hópum. En þarna var Guð umhugað gæði og ég, já, ef Aðalkirkjan hérna hefði farið í það að byggja upp einhverja Hallgrímskirkju, þá hefði ég mótmælt því. Ég sagði, nei, við getum notað peningur okkar í eitthvað annað en að vera að byggja upp einhverja Hallgrímskirkju. Þannig ég held að þetta snýst ekki það, einhverja sýnamennsku, það sem er að gera sérna í Gamla testamentinu. Það er náttúrulega hlutverk helgidómsins þetta var eiginlega bara kennslustofa, allt í musturinn, og þeim tíma í menninga þá var fólk kannski ekki að lesa bækur, þannig að það hafði bara þetta til þess að læra af. Þannig að þetta var kennslustofa, þannig að það var lagt mikið metnað í fræðslu. Og mér finnst ef við heimfærum þennan prinsip, þessa meginreglu yfir okkar tíma, þá erum við ekki að tala um að byggja einhver flott hús, skreytt af gulli og silfri. Heldur okkar tilgangur fræðsla að fólk viti hvað við stöndum fyrir. Ekki að fólk sjáu bara eitthvað fallegt hús og fínt fólk. Heldur að það viti hvað við stöndum fyrir, og mér finnst þetta vera dálítið lykilatriði, sérstaklega eitthvað sem mér finnst þegar ég tala við vinum mínum og ég segi ég í Aðalkirkjunni, það veit bara enginn hver aðventistar og hvað þeir standa fyrir. Og það er pínu óþægilegt, finnst mér stundum. En þegar við höfum einmitt sem kirkja þetta hlutverk að koma á framfæri þessa okkar fallu heimsmynd. En eitthvað annað sem við getum talað í kringum þetta, gæði og metnaði í vinnu? Sko, ef þú talar gæði í vinnu, þá snýr það auðvitað líka heiðarleika, sko. Að þú sért heilsteyptur í því sem þú ert að gera, eins og einn ágætur sálfræðingur segir alltaf, þú kemst aldrei upp með að ljúga. It comes back to you. Já. Þó þú gerir það ekki á morgun, kannski eftir 5 ár, kannski eftir 10 ár, ekki vera óheiðarlegur, vertu heiðarlegur. Og ég held að, sko, einmitt, mér finnst mjög gaman að finna bænavíkurlestunum hans ekki Samuel Bagljóki, hann hérna Rodríguez, hvað heitir hann? Angel Rodríguez, sem var formaður People Research Institute í mörg ár. Og sem guðfræðingur og upptekinn af kenningum þá einmitt lagði hann áherslu á þetta, hvernig þú kemur fram við aðra. Það er það sem skiptir kannski megin máli. Þú ert opin bók lesin af öðru fólki. Og það að vera einmitt, sko, sína gæði í vinnunni, vera heiðarlegur, vera einmitt iðinn og gera vel, gera sitt besta í einu og öllum með hjálp Guðs. Ég held að það hafi mjög mikið að segja. Og þetta sprettur upp af, sko, þinni heimsmynd og þinni mynd af því hver þú ert í tengslum við þessa heimsmynd sem þú hefur. Sko, með öðrum orðum barn Guðs sem á að vera heiðarlegt og sé hægt að treysta því barni. Mér fannst einmitt þessi, sko, þriðjudagskafli sem var að tala musturið og þessi 150 smáatriði og allt þetta mjög sko áhugaverður, því að það er, sko, þessi punktur sem kemur líka með í kjölfarið að þú veist, hann er að ætla styðja þessari byggi musturið eða tjaldbúðina sem eitthvað merkilegt, ekki sem bara eitthvað venjulegt tjald, þú veist. Móses hefði örugglega getað hent upp tjaldi bara á núlleinni, þú veist, en þetta átti að vera eitthvað sérstakt og það átti allir að vita þetta væri sérstakt, þú veist, þetta átti að vera eitthvað, þú veist, og það er verið að nota gæðaefni og allt þetta. Guð gefur líka fólkinu hæfileikana til að framkvæma þetta, þú veist, þannig að það er ekki eins og það sé bara þið sitið í súpunni, þið gerir þetta svo flott en ég ætla ekki að hjálpa ykkur með þetta, sko. En þannig að hann, þú veist, þegar við viljum leggja okkur fram í því sem að hann er að biðja okkur að gera, þá mun hann líka efla okkur í því og gefa okkur jafnvel hæfileikana okkur vantar. En svo er reyndar tekið fram hérna í þessu kapla, 2005. kapla í öðru versi, að fólk gaf af frjálsum vilja, af fúsum vilja. Og það finnst mér dálítið merkilega að það er ákveðin ástríða í þessari framkvæmd. Þetta er ekki bara einhverjir skattpeningar og það er bara að vera að splæsa einhverja flotta byggingu, heldur heilmikil ástríða, fólk vissir að það var þörf fyrir þessu, það skildi tilgangi. Og það kemur aftur einmitt að sjá alltaf okkar starfi víðra í samhengi, að skilja við tilgangin, skilja við okkar heimsmynd á þann hátt að við fáum ástríðu fyrir og hún smitist þá frá í okkar störfi, hvað sem við gerum.
En það auðvitað mikilvægt að hafa réttan fókus líka, sko, því að við sjáum það víða, sérstaklega karismatískir söfnuðir í Bandaríkjunum, þeir eru að byggja þvílíkar byggingar, Crystal Cathedral og hvað þetta heitir allt saman, fyrir sko milljónir og 10 milljóna dala. Og ég held að þetta sé ekki okkar, ég held að þetta sýni ekki góða ráðsmenn, sko. Nei. Ég held að við sitjum hérna í afskaplega fallegri, látlausri kirkju. Og ég held að sé þetta sem að sé mikilvægt einmitt að það sem við gerum líka sem söfnuður og það byggingar sem við reisum sem söfnuður, að sýni einmitt það líka að við séum góðir ráðsmenn yfir því sem Guð hefur trúað okkur. Hvenær er þetta búin eitthvað, þetta er 5 mínútur? Við höfum einhverjar, nokkra mínútur við. 5 mínútur, en ég vil lesa hérna, við förum aðeins inn í þennan kafla, hvernig, einmitt, þetta er ekki aðskilið, þetta andlega og starf. Við vinnum frá 8 til 4 og svo er bara heið andlega bara nokkra mínútur á dag og helgar. Þetta þarf að vera ein eining. Og í Galatabréfinu hérna 5. kafla og 25. vers, fyrst andinn hefur vakið okkur til lífsins, skulum við lifa í andanum. Og svo er hérna áfram, reyndar er þetta frá 22. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógvær, sjálfsagi. Gegn slíku er lögmálið ekki. En þau sem trúa á Krist hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Svo gefur hann fyrst andinn hefur vakið okkur til lífsins, skulum við lifa í andanum og verum ekki hégómagjörn svo að við áreitum og öfundum hvert annað. Ég lesa hérna eitt komment upp hérna. Erik skrifar hérna: þrátt fyrir forvarna áhrif vinnunar, virkni ár, varð hugsun og áhugamál manna fyrir flóðið illska alla dagana. Það þarf að gæða vinnuna guðlegri merkingu. Gjör það vel inn á. Þetta er mikilvægt að við séum einmitt að lifa Guði til dýrðar í okkar daglega lífi og hérna, að við séum að gefa öðrum tækifæri á að kynnast Kristi í gegnum það, að við séum ekki að fela það ljós sem við höfum. Það sé mikilvægt líka. Ég var að lesa hérna í 1. Korinthubréfi á aftur 10. kafla og 31. vers. Það er í Nýja testamentinu. Vilt þú lesa fyrir okkur 31. versi, 10. kaflanum? Já, nú refsarum mér, já. Það var ekki meiningin. Fyrra Korinthubréf. Ég ætti að vera með 10. kafla, 31. Já, fyrra Korinthubréf 10:31. Svo getur einhver annar fundið predikara, 9. kafla og 10. vers. 10:31. Hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þér gjörið, þá gjörið það allt Guði til dýrðar. Og Predikarinn 9:10, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftum þínum, gjör þú það. Því að í dánar heimum þangað sem þú ferir hvorki starfseminni hyggindi né þekking né viska. Ég verður svona að hugsa, hvernig fáum við ástríðu fyrir einmitt andlegum efni og á sama hátt og við fáum ástríðu fyrir bara okkar vinnu þegar við skiljum hana í svona víðara samhengi, hvað þetta snýst og hvaða tilgangum þjónar. Og það kemur oft með reynslunni, það er ákveðið ferli frá A til B sem við tökum og fyrst erum við alveg klórlaus, vitum ekkert hvað þetta snýst kannski höfum við einhverja hugmynd. En svo með tímanum, eftir því sem við dýpkum okkar þekkingu, þá lærum við, já, vá, þetta er flott, þetta er gríðarlega merkileg, vinna og góð og þá byggjum við ákveðna ástríðu. Og saman með andleg efni, það þarf að vera ákveðið ferli frá A til B, ákveðin vinna sem við leggjum. Þetta byrjaði, bara með því að taka upp kristni, þessa heimsmynd, þá er ekki þannig að það bara fellur yfir okkur ákveðin gjöf, að við bara kunnum þetta. Það þarf að vera ákveðin vinna, ákveðin ferli. Og í þessu ferli þá myndast ástríða. Og þetta var kannski bara lokið, já, ég vil bara enda þetta að þegar við einmitt innbyggjum þessa fallega heimsmynd í okkar starfi vinnu, þá fær nýja merkingu og þá kemur þessi ástríða og löngun til þess að
lifa Guði til dýrðar. Við skulum bara segja þetta gott. Brynjar, vilt þú ljúka með bæna? Kæri himneski Faðir, við viljum þakka þér fyrir þitt orð, þakka þér fyrir að við getum rannsakað það saman og dýpkað, ekki bara við þér, heldur líka þeir sem eru heima og fylgjast með í gegnum Zoom. Takk fyrir þá tækni og að við getum nýtt hana þessum erfiðu tímum og alla sem að koma að þessu og gera þetta mögulegt. Biðja þig að hjálpa okkur öllum að vera góðir fulltrúar þínir í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur og vera iðin og að okkar iðnum mætti vera þér til dýrðar ætíð. Við viljum þakka þér í Jesú nafni. Amen. Amen. Já, við þökkum bara þáttökuna og þakka ykkur öllum kærlega fyrir þáttökuna hér í Ingólfsstræti og þökkum ykkur heima og nú er bara stutt hlé og við biðjum guðsþjónustuna eftir örskamma stund.
Gleðilegan kvölddag og velkomin aftur og ég býð ykkur velkomin hingað í Ingólfsstræti en útsending Hafnarfjarðarsafnar kemur hérna úr Ingólfsstræti í dag þar sem að vinna við sameiginlegt jólaprógram er í fullum gangi og hér er aðeins meiri tæknibúnaður heldur en oft er áður en við hlökkum bara til þess að sjá þá útsendingu en býð ykkur öll hjartanlega velkomin. Mér langar til þess að byrja bara guðþjónustuna á örstutt í bæn og leggja stundina í Jesú nafni, í nafni Jesú. Kæri himneski Faðir, við biðjum þig að blessa þessa stund og vera með okkur og biðjum þig heilaga anda að vera hér með okkur í Jesú nafni. Amen. Og ég gleymdi nú líka að bjóða þá sem eru enskumælandi velkomna og ætla bara að gera það stuttlega líka. I just want to say happy Sabbath also to you, those that are at home and are English speaking. Welcome to join us, and we are happy to have you all with us, even though we are only together virtually. Today we are coming from Ingólfsstræti as the preparation for the Christmas programs are ongoing, so we have a lot of extra equipment here today, but it's pleasant to see you all, at least in this form. Já, við ætlum að syngja saman fyrsta sálminn, Kom þú vor Immanuel. Salme nummer 102. Ritningalesturinn sem að Gavin hefur valið fyrir okkur í dag úr Jóhannes fyrsta kafla, fyrsta vers til og með 14. The scripture reading Gavin has selected for today is from John 1:1-14. The English will come on the screen. Í upphafið var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allt var til fyrir hann, án hans var ekkert sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom fram sendur á Guði, hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það.
Hann var ekki ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Þau urðu ekki til á náttúrulegan hátt né af vilja manns, heldur eru þau af Guði fædd, og orðið var hold, hann bjó með oss, fullur náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Við skulum lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir alla þínar blessanir, hvernig þú hefur leitt okkur í gegnum tíðina. Kæri Faðir, þú hefur vakið yfir okkur á mismunandi stigum okkar lífs. Þú hefur vakið yfir starfi safnaðarins. Kæri Faðir, við biðjum þig að halda í hugum okkar minningar þess þegar þú hefur sannarlega reynst vera til staðar fyrir okkur og sannarlega gripið inn í atburðarásina okkur til blessunar. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir það að við búum í friðsælegu landi. Við þökkum þér fyrir alla þær blessanir sem fylgir því að við, jafnvel þrátt fyrir samkomutakmarkanir, megum áfram bera út þitt orð, að við megum lofa þig og tigna í daglegu lífi. Kæri Faðir, við biðjum þig sérstaklega að vera með þeim sem að njóta ekki þessara réttinda. Við biðjum þig að vera með heimi sem er í synd, heimi sem er í sorg. Við biðjum þig að vera með í þjóðfélaginu okkar hérna og samfélaginu. Við biðjum þig að blessa þá sem eiga sárt að binda. Kæri Faðir, það er oft sem að jólin þau draga upp kærleikan, en þau draga líka upp einmanaleika og slíkt og oft skortir fyrir marga. Kæri Faðir, við þökkum þér fyrir það að margir hafa geta fengið úthlutað og það blessunar starf sem að unnið er. Kæri Faðir, við biðjum að þú megir blessa og vera með, að í sanni jólaandinn megi vera allstaðar. Kæri Faðir, við biðjum þig að blessa ráðamenn okkar þegar þeir eru að ráða á ráðum sínum hvernig eigi að taka á öllum þessum málum, tengdum þessum smitsjúkdómi og öllu þessu. Kæri Faðir, við leggjum okkar þjóðarleiðtoga í þínar hendur. Kæri Faðir, við leggjum líka þína kirkju í þínar hendur. Við biðjum þig að leiða og vernda okkur. Við biðjum umfram allt þinn heilaga anda, hann megi komin í líf okkar og leiða okkur dag frá degi. Kæri Faðir, við biðjum þig að vera sérstaklega með Gavin þegar hann talar til okkar á eftir. Við biðjum þess og alls þessu og þeirra bænarefna sem á hugum okkar eru, sendum við öll til þín með þökk fyrir það að þú heyrir vorar bænir og þú bænir okkur þegar við biðjum í Jesú nafni. Amen. Já, við ætlum að syngja saman annan sálm, sálmi númer 176, Sjá morgun stjarnan blikar blíð. Við hvetjum ykkur til að syngja með heima og textinn kemur sem fyrr upp á skjáin.
Já, lífið heldur áfram sinn vanagang jafnvel í COVID og öllu þessu og við á meðan við njótum þess að hlusta á fallega tónlist þá kemur glæra hérna upp á skjáinn fyrir þá sem að vilja gefa til safnaðana en eitt víst að það sami kostnaður við að halda húsnæðum og slíku jafnvel í þessu ástandi. Þannig að við hvetjum ykkur til að hafa þetta í huga og þetta eru sjálfsögðu bara frjáls framlög. Já, börnin þið bíður örugglega með eftirvæntingu eftir jólunum en áður en að jólin koma þá erum við allan með barnasögu og sálm. Þessi sálmur hann líka lítið barn og heitir þá Nýfæddur Jesú og sálmur nummer 112. Við ætlum að syngja hann áður en að Gavin segir okkur barnasöguna. Well, good morning, kids. It's nice to see you, at least through the camera. Já, góðan daginn krakkar og það gaman að sjá ykkur hérna allavega gegnum myndavélina. I was racking my brain about what story to tell today. Já, ég var að hugsa mikið það hvaða sögu ég ætti að segja ykkur í dag. Of course, it's Christmas time. Og nú eru jólin að koma. And then I suddenly thought of a story that in recent years, for me, has become really meaningful. Og þá datt mér í hug saga sem að nýlega hefur skipt mig miklu máli. And I think it's a story we can tell every Christmas. Og þetta saga sem að við getum endurtekið hver jól. And that is the story of Martin the Cobbler by Leo Tolstoy. Og það sagan eftir Leo Tolstoy Martin, skógerðarmanninn. Now,
Martin had a little workshop below the level of the street. Nú, verkstæði Martins var í kjallara, eiginlega niður grafinn kjallara. He just had a small window that he could see out of, where he could see the feet of the people walking by. Og þetta var það djúpur kjallari að gluggarnir á vinnustofunni hans voru bara í sömu hæð og gangstéttin, þannig að hann sá fæturnar á fólkinu sem labbaði framhjá. He couldn't see their faces, but he knew who the people were by the feet, by the shoes that they were wearing. Hann gat ekki séð framan í fólkið því það stóð upp úr glugganum, en hann þekkti fólkið á skónum sem það var í. Because he had made and repaired most of those shoes. Því hann hafði búið til flesta þessa skó og gert svo líka við þá. A great tragedy happened to Martin. En svo gerðist eitthvað hræðilegt. His wife and children all died. Að konan hans og börnin öll dóu. And he just had left his 3-year-old boy. Nema 3 ára dreng sem að lifði sem sagt. He was going to send him to live with a relative but decided not to. Hann ætlaði að senda drenginn til ættingja annar staðar en hætti við það. But within a very short time he also died. En svo gerðist það að drengurinn dó líka mjög fljótlega. And Martin was filled with a lot of pain. Og Martin leið alveg afskaplega illa. And he thought if there was a God, he wouldn't allow this to happen to him. Og hann fór að hugsa sem svo að ef Guð væri til, þá myndi hann bara engan veginn láta svona lagað gerast. And he didn't want to have anything to do with God. Og hann algjörlega hætti að hugsa Guð. But after some time he picked up a Bible. En eftir ákveðinn tíma þá tók hann sér Biblíu í hönd. And he began to read the story of Jesus. Og hann fór að lesa söguna Jesú. And each night he would get his little candle and open the Bible and read. Og hverju kvöldi þá kveikti hann á litlu kerti, opnaði Biblíuna og hóf að lesa. And he came across the story of the Pharisee who invited Jesus into his house. Og hann rakst þarna á söguna farísean sem að bauð Jesú heim til sín. And there was the woman who came and anointed Jesus' feet. Og svo konuna sem að kom og þvoði fætur Jesú. And he thought to himself, oh, I would like Jesus to come and visit me. Og hann hugsaði með sér, skelfing vildi ég að Jesús kæmi í heimsókn til mín. And that night he went to sleep. Og kvöldið fór hann að sofa. And he heard a voice in the darkness say, I am going to meet you tomorrow. Og hann heyrði út úr myrkrinu rödd sem sagði, ég mun heimsækja þig á morgun. Well, Martin wasn't so sure. En Martin trúði þessu nú svona rétt mátulega. But as the day went on, he looked through his little window. En svo leið dagurinn smám saman, næsti dagur, og hann var að fylgjast með út gluggan. And he looked a little closer and he saw an old man shoveling snow. Og svo fór hann að rýna þarna aðeins út gluggan og sá gamlan mann vera að moka snjó. So he invited him in and gave him a warm drink and told him about Jesus. Og hann bauð þessum gamla manni inn sem var að moka snjóinn og gaf honum heitan drykk og sagði honum frá Jesú. The man thanked him very much and went back out into the snow. Og gamli maðurinn þakkaði honum kærlega fyrir og fór aftur út og hélt áfram að moka. A little while later he peered up through the window and he saw a young woman with a small baby. Og stuttu síðar þá var Martin litið út gluggan aftur og þar sá hann unga konu með lítið barn vafið að sér. The young lady also didn't have enough clothes and nor did the baby, so he invited them in.
og konan var illa klædd, fáklædd og barnið líka og hann bauð þeim inn. He went into his house and he looked for some clothes that used to belong to his own children and gave them to the lady. Og hann fór að leita að fötum af börnunum sínum sem voru dáin og fann okkur föt og gaf konunni og barninu. He gave them some food to eat Og hann gaf þeim að borða and also told them the story of Jesus. og hann sagði þeim söguna Jésu. The young woman thanked him and left. Og konan unga, hún þakkaði honum kærlega fyrir og svo fór hún. And a little while after that, he went closer to the window to look outside, and he saw a young boy trying to steal an apple from a lady. Og stuttu síðar þá fór hann út af glugganum og var að horfa út og þá sá hann ungan strák vera að reyna að stela epli af konu. He went out into the street to try and resolve the argument that had started. Og hann fór út úr vinnustofunni sinni og upp á götuna og fór að reyna að leysa málið. And he took a penny out of his pocket and gave the penny to the woman and the apple to the boy who was very hungry. Og hann tók pening upp úr vasa sínum og lét sölukonuna fá peninginn en lét strákinn fá eplið sem að strákurinn var að reyna að stela af konunni. Well, that night Martin was sitting in his chair with his little lamp. Og þarna kvöldið satt svo Martin á stól sínum og smá ljóstýra hjá honum. And he wondered why Jesus had not visited him that day. Og hann var að hugsa, af hverju skildi Jesus nú ekki hafa heimsótt mig í dag? And then out of the darkness, these three figures appeared. Og svo birtust í rökkrinu þarna, myrkrinu þarna inni hjá honum, þrjár verur. The old man, the young woman and the boy. Það var gamli maðurinn, unga konan og svo drengurinn. And they said, you know, when you gave to us, you were giving to Jesus. Og þau sögðu við hann, þegar þú varst að gefa okkur eitthvað, þá varst þú að gefa Jesú. Martin thought a lot about that night. Og Martin hann íhugaði þetta mjög svo þarna kvöldið. And he was filled with joy. Og hjarta hans var fyllt af fögnuði. Because he realized that Jesus had indeed visited him that day. Því að hann gerði sig grein fyrir að Jesus hafði í raun og veru komið til hans. And I suppose as this is Christmas time, og núna, þegar jólin að koma, when we give gifts to each other, og við gefum gjafir, think of someone maybe in need that you can give a gift to. Hugsaðu þá til einhver sem að í þörf, sem fátækur og athugaðu hvort þú getur gefið honum eða henni gjöf. Maybe it's not anyone in your family. Maybe it's not someone you know. Kannski það ekki neitt sem í þinni fjölskyldu eða neitt sem þú þekkir. But someone in need. En einhver sem hefur þörf. And remember that as you give generously, you are also giving to Jesus. Og mundu að þegar þú gefur rausnarlega, þá ertu líka að gefa Jesú. Let me pray. Father in heaven, I pray for all of us this Christmas time. Já, Faðir í himnum, ég bið fyrir okkur öllum núna þessa jólahátíð. I pray for the children. Ég bið fyrir börnunum. That you will provide them and all of us with lots of opportunities. Að þú veitir þeim og okkur öllum næg tækifæri. To be generous to others. Til að vera örlát öðrum til handa. And realizing that when we give to other people, we are giving to Jesus. Og skilja það að þegar við gefum öðrum eitthvað sem í þörf, að þá erum við að gefa Jesú. Amen. Amen. Ég vil bara gefa aftur orðið til Gavins og hann kemur með ræðuna.
While I'm on the subject of giving, Já, ég að fjalla gjafir. I just want to remind you about our appeal for Alpha for money for those in need this Christmas. Og ég vil bara minna ykkur á beiðni Alfa líknarfélagsins framlög frá ykkur til þess að dreifa svo út til þeirra sem að þurfa á því að halda. Particularly this Christmas, there are many, many people in need. Og þessi jól sérstaklega eru mjög margir sem hafa þörf fyrir hjálp. So if you would like to donate to this good cause, please contact Alpha, or you can send money to Alpha through the conference. Og endilega ef þú vilt leggja eitthvað af mörkum þá hafðu samband við Alfa eða þú getur haft líka samband við skrifstofuna. Let us pray. Við skulum biðja. Father in heaven, as we open your words, Og Faðir, þegar við opnum orð þitt núna, I pray that your word will guide us. þá biðjum við þig að orðið leiði okkur Your Holy Spirit inspire us, og að heilagur andi blási okkur einhverju góðu í brjóst and your glory always be our supreme concern. og að dýrð þín verði alltaf okkur efst í huga. Amen. Amen. Last time I preached, we looked at the gifts that Jesus gives to his church that the church can become mature. Síðast þegar ég predikaði þá fjallaði ég gjafir þær sem að Guð gefur kirkju sinni þannig að hún geti dafnað. And we look particularly at Ephesians and how the first gift of leadership that Paul gives is the gift of the apostle. Og við skoðuðum Efesusbréfið þar sem að Páll að fjalla gjafir Guðs til safnaðarins, til kirkjunar og það var gjöf, gift of Apostleship. Já, apostoladóminn. And to be honest, this term just sounds pretty weird. Og þetta hljómar kannski svolítið skringilega. I mean, what does it really mean? Hvað þýðir það, apostoladómurinn? Why does Jesus start with that gift of significance for the church to become mature? Hvers vegna það fyrsta gjöfin sem að efla kirkjuna? Why doesn't Jesus start somewhere else with a different gift? Hvers vegna ekki önnur gjöf sem kemur á undan? And I suppose the short answer, which is the conclusion up front, is that this apostolic priority most clearly reflects the heart of God. Og það sem að kannski ástæðan fyrir því að þetta fyrsta gjöfin að hún í raun og veru táknar eðli eða hjarta Guðs. And I think that is what we see most clearly in the Christmas story. Og það held ég að við sjáum skýrast í jólasögunni. Now, when you think of Christmas, if you close your eyes and try to imagine Christmas, what do you see? En ef þið lokið nú augunum og hugsið bara jólin, hvað það sem að þið sjáið þá? A tree, maybe? Tré, Gifts, presents? gjafir, Mary and Joseph and the baby in a stable? sjáið Maríu og Jósef við jötuna. Now, I might have mentioned before, but everyone in my family thinks in pictures. Já, við, öll fjölskyldan mín, við hugsum í myndum. Christiana, Owen, Topper, they always have pictures in their minds when they're thinking. Þau eru alltaf með myndir í huga þegar þau að hugsa. Now, I don't have any pictures in my head. I just have thoughts. En ég ómyndalegur í höfðinu þegar ég að hugsa. But for those of you who think in pictures, En þið sem að hugsið í myndum, the Gospels of Matthew and Luke are for you. að þá guðspjöll Mattheusar og Lúkasar, þau handa ykkur. They are the Gospel writers that paint the picture of Christmas. Og þetta þeir guðspjallahöfundar sem draga upp mynd af jólunum. You have Gabriel appearing to Mary.
Við erum með Gabriel sem birtist Maríu the glory of the singing of the angels, og dýrlegan söng englana, Jesus sleeping in a manger, Jesús sofandi í jötunni, the wise men coming with gifts, vitringarnir með gjafirnar. although they didn't actually come at Christmas time, but that's another story. Já, þó það hafi ekki gert nákvæmlega á jólunum eins og við hugsunum, þá skiptir það ekki máli hér. If you read Matthew and Luke, you can see the Christmas story. Ef við lesum Matteusarguðspjall og Lúkasarguðspjall, þá sjáum við fyrir okkur jólasöguna. But as Kitty read earlier, we're going to look at the Gospel of John. En við ætlum að skoða Jóhannesarguðspjall sem Now- að Kitty las úr áðan. John doesn't take us anywhere near Bethlehem, Og Jóhannes, hann ekkert að fjalla Betlehem, but rather John is focused on the meaning of why Jesus came. en hann fjallar sem sagt, þýðingu þess að Jesús kom. Why did Jesus come to earth? Hvers vegna kom Jesús til jarðar? Now, to begin to answer that, John gives, I was going to say a picture, but a different type of picture of Jesus. En Jóhannes, hann svona lýsir Jesú á ákveðin hátt. If you have your Bibles at home, please open them up and follow along with me. Og þið sem eru heima, opniði biblíuna ykkar og fylgist með. Now, firstly, John presents Jesus as the eternal God. Og í fyrsta lagi að þá lýsir Jóhannes Jesú sem hinum eilífa Guði. Now, if you look in verse 1, Jesus is the Word, and John says he was there at the beginning of time. Og fyrsta versið segir að Jesús sé orðið og hann var þarna alveg frá upphafi. Jesus is not appearing here for the first time in Bethlehem. Við erum ekki að sjá Jesú bara eða vita af honum í fyrsta skipti hér þá í Betlehem. John says Jesus was way there, way at the beginning. Jesús á upphaf sitt miklu fyrir ef hann á þá upphaf. And John doesn't say that Jesus is as a human. He says he's with God and he is God. Og Jóhannes lýsir Jesús sem ekki mannlegum, Jesú heldur að hann sé Guð. Secondly, Jesus is the creator. Og svo í öðru lagi þá Jesús skaparinn. If you look at verse 3, John says there is nothing that you can see that has not been made by Jesus. Í þriðja versi stendur allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til Thirdly, Jesus personally is the source of life. Og í þriðja lagi að þá Jesús persónulega uppspretta alls lífs. The life that we need, that humans need, Lífið sem að við þörfnumst was not created by Jesus clicking his fingers. að það varð ekki til með því að Jesús svona smelti fingrum. Jesus didn't conjure this life out of thin air. Jesús hann dróð þetta líf ekki bara út úr loftinu. Rather, this life comes from inside of himself. Heldur þetta líf sem að sprettur upp í honum sjálfum. John says that in him was life. Í honum var líf, segir Jóhannes. The life that Jesus offers people is the life from within himself. Og lífið sem Jesús býður fólki upp á það líf sem kemur frá honum. This idea of life is so important to John that he uses this word twice as much as any other gospel writer. Og þessi mynd af Jesús sem þetta líf svo mikilvægt Jóhannesi að hann notar þetta helmingi oftar heldur en nokkur annar höfundur. Fourthly, Jesus is light. Í fjórða lagi þá Jesús ljósið. The life of Jesus creates light. Líf Jesú skapar ljós. Light exposes the darkness. Og ljósið upplýsir myrkrið. Light uncovers what has been hidden.
Og ljósið sýnir það sem að hefur verið hulið. Light is the weapon that exposes the lies that Satan has been sowing in human minds. Ljósið það sem að opinberar þær lygar sem að Satan hefur borið fram. Light shows us what is true, it shows us what is real. Og ljósið sýnir það sem satt og það sem raunverulegt. Jesus is this light. Og Jesús þetta ljós. And fifthly, Jesus is our recreator. Og í 5. lagi þá Jesús endurskapari okkar. Now, this is really a summary of these other points. Og hér svona drögum við saman öll þessi atriði. But it is highlighted in John's name for Jesus. En það birtist sem sagt í því nafni sem að Jóhannes gefur Jesú. Now, John 1 is all about Jesus, but we have to get to verse 17 to actually see the name Jesus. Og Jóhannes 1. kapli allur Jesú, en það ekki fyrir í 17. versi sem að Jóhannes nefnir nafnið. John doesn't call Jesus Jesus or Emmanuel or anything like that, like the other gospel writers do. Og Jóhannes gefur Jesú ekki nafn eins og Jesús eða Immanuel eins og aðrir gera. The name John uses for Jesus is the Word. Heldur nafnið sem að Jóhannes gefur Jesú orðið. Now, why does John use the term the Word for Jesus? Og af hverju kýs hann þetta orð, Well, orðið? he's pointing his readers, I'm not sure which way back to creation. En hann í raun og veru að beina huga fólksins til sköpunarinnar. When Jesus spoke words Þegar Jesús talaði orð and created everything. og skapaði þannig allt. John's point is this. Og Jóhannes að segja þetta, This word, this creator who speaks is going to speak again. að þessi skapari sem talaði, hann mun tala aftur. And if you hear his words, Og ef þú heyrir orð hans, his life, his light will flow into your pain and hurt. að þá mun ljós hans og líf hans koma inn í líf þitt og særindi þín. His light will flood into the darkness of your mind and bring truth. Og ljós hans mun uppfylla þína myrku staði. This word has come to speak again and transform your life to be like his own. Og þetta orð komið aftur til þess að mæla fram eitthvað sem upplýsir þig og styrkir. So 5 terms for Jesus. Svo 5 orð fyrir Jesú, sem tákna Jesú. The eternal God, Hinn eilífi Guð, the creator, skaparinn, he's personally the source of life, uppspretta lífsins, he's the light, ljósið and he's the recreator. og endurskaparinn. So, where is John going with this magnificent introduction to Jesus? Og hvað ætlar svo Jóhannes að gera við þennan magnaða inngang? It is simply this. Og það þetta sem hann að meina. This astonishing Jesus Þessi undraverði Jesús has come down to this earth. hefur komið til þessarar jarðar. Now, however, verse 10 and 11 provides a stunning reality check. En 10. og 11. vers kemur okkur heldur betur á óvart. Look at this in your Bibles. It says, he came into the very world he created, but the world did not recognize him. He came to his own people, and even they rejected him. Og það stendur þar, hann sem sagt kom í heiminn og heiminn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tóku ekki við honum. Now, notice 2 things. Tvennt. Firstly, the human beings that Jesus himself created do not recognize him. Að mannverurnar sjálfar sem Jesús sjálfur skapaði þekkja hann ekki, kannast ekki við hann.
imagine if I meet my own children in a couple of years. Ímyndið ykkur ef að ég rekst á börnin mín eftir svona nokkur ár And they have no idea who I am. og þau hafa ekki minnstu hugmyndum hver ég They stand in front of me and there is no recognition. Að þau ímynda þeir að þau standi frammi fyrir mér og þau hafa ekki hugmynd hver ég There's no identification. These children who are my own flesh have no interest in me at all. Og þessi börn sem að eru holda mínu holdi að þau sína mér engan áhuga. But secondly, Í öðru lagi, the very people that Jesus had called to be his people had rejected him. að þá var það að fólkið, að þjóðin sem að hann hafði kosið til að vera sitt fólk, það afneitaði honum. Think about this. Jesus was not simply Israel's creator. Jesús var ekki bara skapari Ísraels, He personally called Israel into existence. heldur kallaði hann persónulega Ísrael fram til að verða þjóð. Jesus personally called Abraham to the promised land. Og hann kallaði Abraham persónulega til þess að fara af stað. Jesus personally called Moses to lead his people out of slavery to the promised land. Og Jesús kallaði Móse persónulega til að leiða líð sinn úr ókunnu landi. Jesus personally stood on top of Mount Sinai and gave the commandments. Jesús persónulega stóð á Sínai fjalli og gaf boðorðin 10. Jesus personally led his people through the desert and cared for everything they could need. Og Jesús persónulega leiddi Ísraels þjóðina í gegnum eyðimörkina og sá þeim fyrir öllum þörfum. But when Jesus arrives in the flesh, En þegar Jesús kemur, holdi klæddur, they didn't just ignore him, they utterly rejected him. að þá afneituðu þeir honum algjörlega. I mean, think about this. This astonishing God, creator God, who has come down from his home in heaven, Ímyndið ykkur þetta bara, þessi stórkostlegi Guð sem að hefur komið til jarðar frá himinsölum he comes from heaven to walk in the dust of the earth, til að ganga hér á ríkugri jörðinni, the same dust that our feet walk on. sama ríkinu og aðrar mannverur gengu á. And Paul says nobody could care less in Romans 1. Og í Rómverjabréfinu 1. kafla segir Páll að öllum var alveg sama. Jesus left his glorious home and came down to this dark earth. Jesús yfirgaf sitt undursamlega heimili á himni og kom til þessara dimmu jarðar To establish a bridgehead. til þess að setja á stofn byrjun á einhverju miklu. An outpost for the kingdom of God deep in the middle of enemy-occupied territory. Til að koma af stað lítilli nýlendu í óvinna landi. Where he knew Það sem hann vissi that people would ignore him and oppose him. Það sem hann vissi að fólk myndi ekki gefa honum gaum og ekki hlusta á hann. He didn't come and was surprised by the reaction. Hann kom ekki og var svo hissa á viðbrögðunum. He knew people would reject him, but he came here anyway. Hann vissi að fólk myndi afneita sér en hann kom samt. Jesus did not come as a tourist. Hann kom ekki sem ferðamaður. He did not travel light years across the universe to spend time sightseeing. Og hann kom ekki alla þessa miklu vegalengd
til þess bara að skoða sig If you look at verse 12 and 13, 12. og 13. vers. but to all who believe him and accepted him, he gave the right to become children of God. They are reborn, not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim trúa á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir, ekki af holdsvild né manns vilja, heldur af Guði fæddir. Jesus deliberately came down to a world where everyone was going to reject him. Jesus kom sjálfviljulega til jarðar þar sem allir myndu afneita honum And he came bearing gifts. og hann kom með gjafir. Verse 12 says that Jesus left heaven for the explicit purpose that you could become a child of the immortal God. Jesus yfirgaf himinsali til þess að við gætum orðið Guðs börn. And in verse 13, it says that Jesus left heaven for the explicit purpose, the mission that you could be reborn. Og í 13. versi segir hann að hann hafi komið frá himni til þess að þú og þið gætuð endurfæðst. And as John has already told us, this rebirth comes from a life that is from inside of himself. Og eins og Jóhannes hefur bent á að þá kemur þetta nýja líf okkar frá Jesú sjálfum. His very life to be poured into your life. Hans líf og verund verður okkar líf. So that all of the pain and the anger and the bitterness, Svo allur sálsökin, reiðin og biturleikin, jealousy, loneliness, öfund, einsemd, feelings of insecurity óöryggi and uselessness og vanmáttur and heartache, og særindi, all of this came so that it could be swallowed up by his recreated life. allt þetta í raun og veru yfirtekur hið endurskapaða líf sem að frá Jesú kemur. That through his life and light, we may have joy and peace and hopefulness and unity with our brothers and sisters. Þannig að í gegnum þetta allt saman að þá getum við átt þá getum við notið sem sagt einingar og fríðar og ljós. Jesus came to earth for this magnificent purpose and we didn't recognize him. Jesus kom til þess að gera þetta, vinna þetta stórkostlega verk en við þekktum hann ekki. Even the leaders of God's people rejected him, and so often so do we. Leiðtogar líðs Guðs Ísraelsmanna þekktu hann ekki og það á líka oft við okkur. Look now at verse 14 and 15, more of the gifts that Jesus came with. Og í 14. og 15. versi taldar upp fleiri gjafir sem að Jesus kom með. So the word became human and made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness. We have seen his glory, the glory of the Father's one and only Son. Og orðið var hold, hann bjó með oss fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jesus knew he would be unrecognized and spat upon, but he came anyway. Jesus vissi að fólk myndi ekki kannast við hann og að það myndi hrækja á hann, en hann kom samt. In these verses, John says that Jesus tabernacled with us. He set up his tent. Og Jóhannes segir hérna að hann hafi komið og eiginlega sett tjald sitt niður hjá okkur. He left his heavenly home to be with us here on this earth.
Hann yfirgaf sitt himneska heimili til að vera með okkur hér á jörðum. Now, depending on your translation, in verse 14, John says that Jesus was full of grace and truth. Og það fer svolítið eftir þýðingum, en einhverja þýðingar segja að hann hafi verið fullur grace and truth. Yes. It says that here. Yes. Náðar og sannleika. Náðar og sannleika. In other versions, unfailing love and faithfulness. Og í öðrum þýðingum þá þetta orðað aðeins öðruvísi. Now, don't forget the context here. Og sjáu þið samhengið hérna. The eternal God left his home on the other side of the universe Hinn eilífi Guð yfirgaf heimili sitt úr hinum enda alheimsins to live on a dark world where people would ignore and reject him. til að búa meðal manna sem að myndu ekki virða hann viðlits og jafnvel afneita honum, But he decided to come anyway. en hann ákvað samt að koma. And here he holds out grace and truth to us anyway. Og hér heldur hann að okkur náð og sannleika. So what's the conclusion of all of this? Svo hver þá niðurstaðan? 2 points. Tvennt. Firstly, a personal question. Fyrst persónuleg spurning. Have you surrendered your life to this Jesus? Hefur þú gefist þessum Jesú? I pray that the Holy Spirit will overwhelm us all with the graciousness and generosity of Jesus. Ég vona að heilagur andi sýni okkur, nái tökum á okkur varðandi þessa miklu gjöf sem að Jesús var. I pray that the loving kindness of Jesus Og ég bið að ástúð og kærleiki Jesú will overwhelm and heal your soul. muni yfirtaka og lækna sál þína. Secondly, an exhortation to us as a community. Og svo þarna í öðru lagi hvatning til okkar sem samfélags. This example of Jesus Þetta dæmi Jesú, sem sagt, is líf the hans, example upon which his church is built. að þetta fordæmi sem sagt það sem að kirkjan hans var reist á. John presents us with Jesus the missionary. Jóhannes sýnir okkur Jesú trúboðan. This is Jesus the apostle, Þetta Jesús postulinn sent out into hostile territory bearing good gifts. sem sendur inn í óvinalandið með góðar gjafir. Of unfailing love and faithfulness. Gjafir óbrigðuls kærleika og trúfesti. It was hostile territory, but he came anyway. Og þetta var óvinaland, en hann kom engu að síður. This story of Jesus coming to earth is why we are celebrating Christmas. Og þessi saga Jesú sem kom til jarðar ástæðan fyrir því að við höldum jól. It's the blueprints for why the church exists. Og þetta ástæðan fyrir því að kirkjan til. The idea of being sent out into darkness to reveal the light and life of Christ. Og þetta að fara út í myrkrið til þess að til þess að sýna ljós og kærleika Jesú Krists. This act of holding out grace and truth to people who do not recognize Christ or are opposed to Christ. Og að bjóða fólki upp á náð sem að þekkir ekki Krist og kannast ekkert við hann. Must be the beating heart of this church because it is the beating heart of Christ. Og allt þetta þarf að vera það sem knýr kirkjuna vegna þess að þetta það sem að knýr Krist. On D-Day, June 6, 1944, 7. júní 1944 á innrásadaginn mikla. Allied armies invaded France. Þá var það að ráðist var inn í Frakkland. That day they set up a bridgehead that would lead to the defeat of Hitler and the end of World War II. Og þeir komu sér fyrir þarna í Frakklandi
sem leiddi svo til þess að Hitler var sigraður. Just after midnight, 18,000 paratroopers were dropped from planes. Rétt eftir miðnætti voru 18.000 fallífarmenn sem að stukku út úr vélunum. During that day, the planes flew 14,000 sorties. Og 14.000 flugferðir voru farnar á þeim eina degi. 5,000 ships carried 150,000 troops 5.000 skip fluttu 150.000 hermenn to 5 beaches in Normandy. á 4 lendingarstaði í Normandí í Frakklandi. 2 million troops from 12 countries had been preparing for this day. 2 milljónir hermanna frá 12 löndum höfðu undirbúið þessa innrás. It was the largest naval, air and land operation in history. Og þetta var mesta land- og loftárás sögunar. Jesus came to earth to establish a bridgehead for the kingdom of God. Og Jesus kom til jarðar til þess að ná fótfestu hér. But he was an army of one. En hann var her bara eins manns. But he is appealing for recruits, En hann að biðja liðsauka calling for a movement og biður hreyfingu to expand his apostolic missionary army. til þess að stækka útbreiðslu og postula hreyfingu sína. So this Christmas, as you contemplate Jesus' arrival on the earth, Og svo þegar þú íhugar komu Krists til jarðar þessi jól, I pray that this missionary impulse of Christ will thrill your heart. þá vona ég að þessi boðunar hvatning Jesú Krists muni ná tökum á þér It will thrill us with gratitude og fylla okkur þakklæti and compel us to go into the darkness with light. og hvetja okkur til þess að færa myrkum svæðum ljós Holding out these same beautifully wrapped gifts. og að halda í hendi okkar þessum sömu fallegu gjöfum. The right to be a child of God. Þessi réttindi að verða börn Guðs The healing of rebirth. og að læknast í endurfæðingunni God's grace and truth. og náð og sannleikur Guðs. And if people ignore you or oppose you, Og ef fólk virðir þig ekki viðlits eða stendur í gegn þér, let us do it anyway. þá skulum við samt gera það. Amen. Amen. Við þökkum Gavin kærlega fyrir sín orð og við skulum syngja saman loka sálminn, sálminn nummer 21, Slá þú hjartans hörpu strengi, sálminn nummer 21 og hann kemur hérna upp á skjáin. Slá
Áður en að Gavin les fyrir okkur blessingarorðin og við hlýðum á eftirspilið, það langar mig að þakka ykkur öllum fyrir áhorfið, þakka sérstaklega þeim sem eru hér með mér í dag, Einari og Birgir og Brynjari fyrir þáttökunni í leksunni, Ester og Elísu fyrir að spila, Siguruna fyrir sönginn, Leo í tæknimálunum og Gavin fyrir orðið og aftur Einar fyrir þýðinguna. Þakka ykkur öllum heima fyrir að fylgja með. Ég ætla að gefa Gavin orðið til að lesa blessunarorðin. Við skulum biðja. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láta sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.